Svona. Það er að setja með þér hérna. Ég hef ekkert að vera í myndingi. Það er ekki. Lána með henn að búða. Já, það var stresslega það, sko mikið af þessu. Þannig er þessu rauði hann er rækjum. Þessu bara fínt. Já. Þessu bara fínt. Ég satt bara þegar setnaði hérna síðan og það satt bara svona með. Já. Og hann bara talaði. Skrufaði bara frá. Já. Heyrðu, ok. Erum við tilbúin? Hvernig erum við að hafa þetta? Bara hérna. Ég heiti Ragnheiður Ljósvardóttir og við erum stödd hérna á Álfaskeiði 76 í Hafnarfirði. Og í dag er 7. febrúar 2011 og hér með okkur er Ingi Gunnarsson með að sjáum að taka smá mynd. Og viðmælandi minn er Þorbjörg Samúelsdóttir. og segðu svolítið hvað það vært ættir og þryttum. Já, ég er náttúrulega strandaklókur í mest allar ættir. Móðuramma mín var í sjúkdómsverkningur í aðrættinu, en þá var það orðið útvatnatóttir. En pabbi minn og mamma, þau eru bæði fædd í Skjaldafjörðvík, í Árneshreppnum á Ströndum. Og pabbi og hans fólk bjó í neðri bænum og afi, Guðjón og Anna í efri bænum. Og pabbi átti, þau voru 15 börnin þeirra, ég og mömmu systkini, ég held að þau hafi verið 9. Og svo þetta var barnmargt. Já. En Þorbjörg, ég er ekki komin eins og ekki Þorbjörgu. Ég vil langar að vita hvernig hún upplifði á sín tíma þegar það var í Eyjuna. Ég veit að hún er bjóð á Dröngum, eða kom þangað á, foreldrar hennar bjuggu þar og mér langar að hún lýsti þegar í Eyjuna. Já, það voru margar yndislegar og ég elska að fara í Eyjuna, allt að gera. Og þetta er að vísu svolítið puð, en mjög skemmtilegt puð. Og ég hef stundum sagt að það er svo skemmtilegt vandring í Eyjunni. Ég hef stundum sagt að þessi íslensku stjórnmálamenn á Íslandi og alls konar lið sem er að rífast og slást út af kannski aukum, það ætti að setja það út í svona Eyju og láta það vera þar í einhverjum svolítið tíma og farfa okkur með ægastöndi og fuglarnir haldið sitt líf. Það er mjög skemmtilegt að sjá hvalurnar, til dæmis ungu hvalurnar sem eru svo stikkar og vitlusa, hvernig gömlu hvalurnar þær hrista höfuðið yfir þeim. Ég sé það hrista höfuðið og fara þær og breiða yfir egginu þegar það fljúga í einhverjum ógurlegum hræðslugangi af veðrunum. Þetta er óskaplega skemmtilegt og gefur mann mikið í sálina að vera í Eyju og horfa á fuglarna. En getur þú lýst svona fyrstu ferðum? Ég fannst þetta nú, ég þekkti náttúrulega ekkert svona þegar ég var unglingur þegar þau fluttu norður á Dröngum, en ég heillaðist strax af þessu umhverfi og ég finnst þetta ennþá paradís að gera og alltaf. Það var nú mikill undirbúningur þannig lagar. Það voru jú að vísu bakaðar flatkökur og eitthvað svoleiðis haft mér, og svo var í Eyjunni var svona smá lensla sem var geymd, pottur og ketill og kaffikanna, að vísu gamalt og beiglað þetta, og það var alltaf lóðir fyrstu árin. Það var alltaf lóðir og þar var eldað, eggin svoðin og við borðum egg og flatkökur og svo var alltaf heita kaffi og þetta var nú ekki, en svo breyttist þetta nú með árunum, þá var bara að fara með nesti. En mér fannst þetta nú að skemmtilegt þegar mamma var að elda þarna í lóðunum niður í fjörunum. Og aldrei var nú parinn í kælingarfóðu verið, því það er ekki hægt að vesenast með dún í rigningu, nema bara bráðlauslega fyrir þess. En þetta var mjög skemmtilegt og ég man til þess eftir, það voru margar skemmtilegar þegar ég veit hvernig maður taka það út. En ég man eftir einni, þá var verið að búa til svokölluð raðhús yfir kollurnar. Þá var búið að fara með heilmikið af timbri, sögðu timbri norður
og svo var hlaðið grjót á milli og þetta var búin til svona litli skútar handa þeim og það var lokaður aftan svo að mávarnir gerði klippundan en ekki aftanverðu, þeir gerðu það börnari sko. Einn eða tveir sátu fyrir fram, stóðu fyrir fram og görgur á það og svo píndu hinn undan þeim að aftan. Þetta horfði maður á það, það var þægilegt. Þær voru svo varnarlausar, gagnvart varginni. En svo ég man ekki þessu, einni eigjuferð, þá vorum við í þessu og svo vorum við að skreita í og setja hræður og veiður og svoleiðis. Og ég man eftir einni gamalli kollu sem var svolítið fann að grána í höngum og þá var ég að hengja svona til ofan hana, alls konar borða, síldýr og þetta var búið að taka þetta á viti og þá togaði hún í rauðan spotta og hún sat í mig. Það var einhver gamall kjúll sem hafði verið klipptur niður og hún togaði í spottar og togaði alltaf á móti mér og ég segi við hana, það langar í þetta. Og þá togaði hún og togaði, ég lét hana hafa þetta lengi og það var svo gaman að sjá hana. Hún raðaði þessu á rauðurbandin allt í kringu sig og svo horfði hún á mig og augun mínu ljómuðu og hún var svo ánægð. Henni fannst þetta svo fallegt. Svona gefur mann svo mikið, það var svo skemmtilegt svona. Og hún var alltaf að lýsa honum gömul og reynd og maður þurfti að taka hana að hreiðrunni til náði svo hún og ekki á hún líka, hún fór ekki sjálfurinn á hreiðrunni þessi. Og það svo margar þannig. Þetta það sem gefur lífinu svo mikið gildi og svona og þetta. Svo vorum við með það, svo voru systkinin lítil þá og það var með þetta allt í einu. Þau voru svo góð að þetta var aldrei einn vandræði. Þau léku sér bara í fjörunni og það var ekki vandræði þó að maður var að vinna. Að þá voru þau svo góð og þetta var alltaf eins og englabar, gerði aldrei neitt, skemmdi ekkert og stigði ekkert fuglina, það mátti ekki stigja fugli, eins lítið og kostur var. Þetta var náttúrulega svo, við vorum með dúmpoka og við vorum með heipoka og svo gilda í reyð og þá bæta heili í staðið að við tókum svolítið að dúmi alltaf og þá fengum við að hreint og fyllt heili í staðinn og þær voru voða ánægðar með þetta. En ég veit ekki hvað ég á að segja mér að. Segðu mér svolítið frá eggjatökunni. Já, sumar voru nú voða duglegar og það voru allt og mörg egg hjá þeim og þær hefði aldrei getað ungar öllum út. Maður var náttúrulega skipt með eggin og það er gert á vissan hátt og til þess að sjá hvort þau væru orðninguð og svo þegar maður fann glæni í egga þá náttúrulega tók maður þau, fór með þau heim þetta var líka matur og fínn matur, góð matur og maður var að skilja þessi egg og skildi aldrei, tók aldrei á mikið af eggin frá þeim. Það verpa alltaf aftur, tvisvar, verpa aftur. En þetta var, já maður var að passa þetta vel og fara varlega og taka ekki á mikið af dún og fóstri minn hann lagði mikla áherslu á það að taka ekki á mikið af dún, aldrei á mikið af dún, bara svona smá snitsjúr hverjum hreiri og hægraði þessu vel og vandlega og það var að setja ekkinn í sömu stellingar og við vorum hjá þeim, þær vita alveg hvernig þær eru að snúa ekki á sínu sjálfa, þær vita alveg upp á hálf hvernig þær vilja hafa það. Maður mátti ekki, maður var að passa það að ekkinn lægi eins þegar maður setti úr aftur í hreiri. Það sagði mamma sko. Og maður lærði svona margt að þessu. Þetta var maður var nú svona, það hafði aldrei kynst þessu, en þetta var mjög skemmtilegt. Og það voru margir potar okkar dún sem var farið með eftir einn dag þegar voru búin að svo kallað að reyta sig. Það var kallað að tóku að taka þetta úr bringuhárunum á sér og setja þetta í reyfið og þetta voðalega norskuslegt hjá þeim og fínt. Reyðinu er ekki mjög falleg og fínt. Svo það var svona hálfgerð synd að taka þeim. En þetta nú búskapur. Það er bara svo veist. Þú veist að kannski systkini, hvað fóru þau eiginlega mörg? Það var nú stundum að taka þessi litlu dýr með sér. Það var ekki hægt að skilja þetta eftir heima. Það var alltaf reynd að fara svolítið svona til þess að taka eigina sko í hverju ferð stór stykki af henni og þetta er mjög mikil yfirferð. Og það er svo mörg hreiður, fleiri hundruð hreiður
sem að þá maður var svo róleg og gætilega þessi stykkið og svona. Þau voru öll heima þegar við byrjum þarna, þá voru yngstu systkinin svo lítil en þá. Þetta nú fljótt að líða þeir voru svona mannúti. Það hafa verið gamlir. Sjöfum bara pínu litli sko. Dróni var bara fyrst þegar ég kom norður ég var náttúrulega unglingur og þá var hann bara í svona grind bara á fyrsta árinu með blá augu og hvítt hár og alveg eins og englafall. Artgrímur og þeir töldu árið, einu sinni fór mamma með 3 í skýr. Það voru allir óskýrðir, 3 óskýrðir og það var farið með það fram í Árnes og þeir voru skýrðir allir í einu. Þeir voru sitt okkur árið.